mínum þegar kemur eitthvað fólk í tíma þá astanlegt ef allir eru með kveikt á mikrofón. Já, auðvitað. Það er hárrétt hjá þér. Já. Þetta myndi að láta þig vita og spyrja á þann hvort það heyrðist eitthvað yfir. Já, akkurat, já. Já, það er fínt. Og við hér að koma inn fleiri, Júlíus, Freyr. Nei, ekki, Júlíus, hvað segirðu gott? Bara ferskur, sko. Já, ok. Og ég fresta prófinu sko viku, ég held að það sé málið, af því að við erum að komast í gang með þetta sko. Og síðan veit ég ekki alveg sko hvernig formið á prófinu verður, hvort ég setja þetta einhvern veginn inn í innuna eða hvort ég sendi ykkur alveg skjalið. Það er svona spurning hvernig best er að vinna þetta. Ég á eftir að taka ákvörðun það, bæði með því að skoða hvort það er gerlegt að setja prófið inn í innu. Öðruvísi heldur en bara sem skjal, skiljiði. Já. Er ekki krossapróf besti valkosturinn? Jú, það er það sko, það er alveg rétt. En það getur líka verið dálítið trikki sko að hafa allt prófið þannig. En ég ætla að reyna að sjá sko hvort að það er möguleiki einhver leyti. Það er alltaf einhver hluti að þessu er sko krossapróf. En við höfum líka reiknuð dæmi og við erum að prófa upp úr skýrslurum, þannig að það er ekkert útilokað að sé hægt að setja þetta inn bara þannig að þið geti reiknað hvert lið fyrir sig. Hættan er kannski svo að þetta verði svolítið sundurslitið, en ef að þið væruð með þá skýrslurnar líka fyrir framan ykkur, sko, þá nú getur maður ekkert stjórna því í sjálfu sér. Þetta er raunni bara gagnapróf, það er enginn sem að kontrollera það lengur. Það er bara svoleiðis. Svo að þá er þetta bara próf upp úr skýrslunum og þið eru með skýrslunar og þið eru með alla útreikningana. Og svo að það getur ekki verið einfaldara. En já, þannig að málið er það, ég er að taka þetta upp með þessu streams tæki, svo að þeir sem ekki komnir inn núna, þeir geta allavega kíkt á þetta seinna. Og ég fór yfir skýrslunar í síðasta bóklegatíma, var það ekki? Var það ekki, setti myndband inn. Já, hvort að ég setti myndband eða opnaði fyrir gamalt myndband eða benti á það. Það sendir mér og Haffa í tölvupústi myndband. Já, þú tókst upp myndband í síðasta tíma. Já, alveg rétt, ég var með sér mikrofón. Já, ok, já, nú man ég þetta. Já. Þannig að það er í sjálfu sér, þannig að þið hafið það til þess að undirbúa okkur betur, undir prófið. Já, það er gott. Líka fínt á sér að taka upp út í að ég mun líklegast að hverfa á eftir. Já. Ég ætla bara svona að sjá hvað ég get farið í gegnum núna. Ég er náttúrulega með ákveðið efni á kennsluáætluninni sem að ég plana að fara í gegnum. Svo að það er náttúrulega bara fyrir þá almennt fyrir lokaprófið eða síðasta hlutan. Þannig að svo Emil sagði þetta og hentar oft kannski betur að fyrir ekki að læra bara eftir einhverju myndbandi, skilur. Já. Horfa á myndbandi þegar við höfum tíma og kannski gera eitthvað skóladót. Já, akkurat. Í stæðan fyrir að vakna akkurat á tíma til þess að mæta og hlusta á þetta. En svo unnið smá og... Já. En svo er það líka það, sko, það hentar kannski ekki öllum að taka prófið akkurat á morgninum. Ef kannski komnir í alveg hreinlega í vinnu einhverju. Já, ég er í fullri vinnu. Já. En og þá bara spurningum að sko
stilla það á einhvern lengri tíma í vinnunni, sem sagt allur dagur eða eitthvað svoleiðis, það gæti kannski handa betur. Hvað segir það? Getur ekki bara gert eins og Gunnar, að þetta er bara opið nánast yfir helgi, en þú veist, við höfum bara 2 tíma frá því að opna til að skila. Aha. 2-3 tíma. Já. Jú, það er möguleiki, já. Júli, ertu með betri skoðun? Nei, þetta er bara svona, eins og ég sagði mitt, maður væri alveg til að geta nýtt tíman í að vinna eða eitthvað þannig, sko. Já, þannig að helgi væri betri sem tími fyrir, haldið það væri skárra fyrir hópinn, eða svona fyrir ykkur allavega, til að taka prófið, eins og Gunnar hefur þetta. Sko, fyrir mig er helgin ekkert betur en einhver annar dagur. Ég vinn alla daga til 1:00. Já, ok. Ég held að helgi sé ekkert eitthvað frekar málið, bara við höfum allan daginn á ég eitthvað við erum að hlusta, þannig að Haffi er að spyrja hvort hann þurfa að joina kólið út af hann er þetta beint á móti mér. Já, þið verða að smella á það að fara í samband. Eru þið með þetta í símanum eða tölvu? Tölvu. Ok, á símanum er þetta alltaf neðst niður inn í grúpunni. Já, hann er bara hann stýtið beint á móti mér. Já, hvort hann þurfi líka. Ég með það hafa einhverjir bara skráð sig þarna inn en eru ekki virkir, sko, það er Pétur, Halldór, Magnús, Ragnar og Arnór og Hörðsleir að koma inn núna. Já, ég var að joina mig. Já, Hafsteinn. Því það er óþarfað að það tætt í gangi. Já, það er, ef þú situr við hliðina á Júlíusi eða fyrir framan hann, þá þarfst ekki endilega að vera inni. Þeir eru þetta allt saman í tölvunni hans Júlíusar. Þannig að það er, já, en allavega, ert þú þá með síma eða tölvu, Hafsteinn? Ég er með tölvu. Já, ok. Einmitt, en það eru einhverjir sem eru búin að skrá sig inn, hvort að þeir eru kannski bara ekki vaknaðir eða byrjaðir að vinna eða eitthvað. Þannig að þá bara fer ég að skoða einhver skjöl og eru þið bara í fríi núna, sem sagt, eða ekki komnir í vinnu eða eru bara heima að læra? Við erum ennþá bara í sóttkví en við losnum vonandi úr henni í dag eða á 50-daginn. Já, ok. Þannig að leið og það er búið þá fyrir við líklegast að vinna eða eitthvað því líkt. Já, einmitt. Já. Ég fer þá bara að, sko, það er bara skrítið, ég ætlaði að reyna að sjá hvort það væri hægt að setja pásu á upptökuna, en mér sýnist að það sé ekki hægt. Eins og í OBS-kerfinu. En þá bara reyni ég að koma þessu frá sem fyrst og finna skjöl og annað slíkt. Þetta hefur nú svolítið færst til hjá okkur, kennsluáætlun og svoleiðis. En býtum við, þið sjáið engan skjá hjá mér eins og er það nokkuð? Nei, ég á greinilega eftir að deila einhverjum skjá. Sjá. Það er bara spurning hvort ég þarf hvort það hefði þurft að byrja á því. Býtum við. Hérna er eitthvað, show device, show meeting, enter full screen, keypad. Já, það er skrítið. Já, ok, það er hérna. Já, allt í lagi. Já, ég er búinn að finna, en sem sagt, ég ætlaði fyrst bara aðeins að kíkja á kennsluáætlunina og fara í bókina. Og af því að þið eigið yfir allar skýrslurnar á upptöku, þá ætla ég ekkert að fara neitt meira eða ítarlega í það. Skulum við sjá, hérna er þetta.
Sjá. Og þetta D. Svona og svona sjá, ég ætla að fara hérna og opna fyrir einhvern skjá. Það bara spurning hvaða skjá ég get verið með í þessu. Spurning, allir ég seti bara ekki þennan skjá hérna og veit ég hvað ég að senda út, svona. Og þá ætla ég að setja hérna kennsluáætlunina, sjáu þið eitthvað núna? Já. Já, ok. Þannig að þá hérna, já, það komin 12. vika, já, og styttist í páskafrí. Jæja, við höfum nú aðeins, ég ætlaði að vera með, já, býtum við, þetta er það sem ég var að vinna í. Ég hef verið búinn að hérna, það þetta til í einhverju öðru skjali kannski. Ég ætlaði að vera með prófið í 11. vikunni, sko. Og ég ætlaði að fara í einfasamótorana, það fyrir síðasta þáttinn, sko. Ég held að við hefum verið búin að fara talsvert í þessi atriði varðandi hliðtengingu og þó ég hafi ekki tekið það sérstaklega upp, en það er náttúrulega í æfingunum í pakka 2. Þar erum við að fara í hliðtengingu þess að við vorum að leiðrétta fasvik með þéttasettinu til dæmis. En ég ætla að hérna aðeins að færa þetta til svona og já, þetta er á OneDrive, já, þess vegna. Opna þetta á vitlausum stað. Ok. Ég ætla að hérna opna skjalið sem ég var búinn að breyta. Svo sjá. Hérna er þetta. Og þá þarf ég að loka þessu hérna. Þetta er ekki síðasta útgáfan af því. Út af þessum breytingum öllum saman. Núna opna ég skjalið sem er í rauninni í gangi. Og þá hérna var ég búinn að færa sem sagt, já, hérna var ég búinn að færa hlutaprófið úr viku 11 í viku 12. Þannig að við eigum náttúrulega upprunalegu kennsluáætlunina, hún er alltaf stendur fyrir sínu, en svo hefur þetta fæstir og þá ætla ég að finna bókina aðeins, þess að ég ætla að fara í atriði varðandi einfasamótorinn. Við erum að fara í það þegar þetta leysist nú allt saman eftir páska, þá hérna, klárum við kannski í einum tíma verklegu æfingarnar og svo verður náttúrulega lokaprófið hefðbundið eftir þann tíma. Eins og sagt, einhver tíman eftir það bara, einhverju viku eftir það. En það þurfum við að undirbúa okkur vel fyrir það og á innunni eru fullt af æfingaprófum sem er rosalega gott að fara í. Og hérna er ég með bókina. Við skulum sjá. Hérna opnast bókin. Ok, hvert fór hún? Hún er hérna. Já, hún er bakvið. Og ég ætla að skoða aðeins með ykkur einfasamótorinn og ég ætla að láta það duga í bilið af því að þið hafið náttúrulega upptöku af prófinu. Já, svo að við séum með mótorinn.
hérna þéttana og það sem við vorum að fjalla taka í verklega þættinum og þið eru búin að væntanlega að reikna dæmi í þessu í hliðtengingu og raðtengingum, þétta á raunviðnám raðtengt og síðan þetta eru raunviðnám hliðtengt. Það er raðtengingin. Og svo var raðtenging spólu, raunviðnáms og þéttis. Þetta vorum búin að taka í æfingunni í pakka 2 og þið voru búin að senda inn skýrslur, ég var búin að fara yfir það og hérna sjáum við til dæmis hvað spenna þéttisins getur orðið miklu hærri heldur en spenningjafarspennan og jafnvel spenna spólunar getur líka orðið það og við getum líka hérna bara sagt hérna í leiðinni að við köllum það eigintíðni þegar að viðnámið í þéttunum og launviðnám spólunar er jafn stór og þá verður eftir í rásinni eingöngu raunviðnámið í spólunni ef það eru bara spólu og þéttur í raðtengingu. En oftast er eitthvað sérstakt raunviðnám í raðtengingunni líka og þá er þetta eingöngu raunviðnámið sem að við sjáum ef að þétturinn myndi leiðrétta alveg eða viðnámið verði alveg jafn stór þá er því spennan yfir bæði þéttin og hluta spólunar jafn stór og þá værum við eingöngu með einn vektor hérna sem heildar spennuna. Það væri sama og spennan yfir raunviðnámið. Og þar af leiðandi yrði straumurinn mestur í rásinni, hann gæti aldrei orðið meiri heldur en samsvarar raunviðnáminu. Og þá erum við búin að leiðrétta eða þá er í rauninni engin launhluti sem að sést, þá væri þetta bara rás með raunviðnámi ef hérna spólan og þétturinn er nákvæmlega stór. Hérna erum við með hliðtengingu aftur móti meira, bæði bara spólu og raunviðnáms og síðan kemur þétturinn alltaf inn í þetta seinna meira. Og það sem ég ætlaði að fara í, það er fyrst og fremst einfasa mótorinn. Hérna er líka gott sýnidæmi sem er hægt að nota til þess að átta sig á hvernig við getum fengið ræsivægið sem hagstæðast í einfasa mótor. En eins og þið kannski hafið séð og við fórum aðeins í C-áfanganum, síðasta áfanga, og það voru við með einfasa mótor og hann er með aðalvafi og hjálpavafi og það voru 3 aðferðir til þess að ræsa hann. Þess að almennt þessa tegund af einfasa mótorum og þessi sem nú veit maður ekki hvað er algengast í dag nákvæmlega en það er nefnilega líka mótorar sem eru með gangþétti þannig að þeir verða að vera alltaf með hjálpavafið líka þá bara með gangþétti tengdan. Fyrst hafa þeir ræsiþétti meðan að þessi rofir hann í rauninni víxlar á milli ræsiþéttis og gefur svo yfir á gangþétti eða allavega þá er ræsiþéttirinn bara inni í ræsingunni. Og það er fyrsta aðferðin, það er ræsing einfasa mótors með ræsiþétti. Svo vorum við með liðaræsingu og þá var bara meðan að ræsistraumurinn stóð yfir, þá tengdist hjálpavafið við og síðasta aðferðin þá var bara með viðnámi til þess að
breyta fasvikinu, þannig að það fengi meira ræsivegi. Þannig að þessar aðferðir sem sagt eru ennþá í gangi og liðaræsingar til dæmis notuð í kælipressum við ísskápa. Þannig að við bara vitið að því, en við erum ekki að fara í próf akkurat í þessum 3 aðferðum, heldur við fyrst og fremst að kynna okkur þetta núna í þessum áfanga og skilja hlutverk þéttisins við einfasamótor, til hvers við erum að nota þétti við einfasamótor. Það er nú fyrst og fremst spurt svoleiðis í prófun í þessum áfanga. En svo er farið dýpra í útreikningana í síðasta rafmagnsfræði áfangunum. En það er allavega eitt heimadæmi, minni mig, sem er einfasamótorinn. Þannig að það er ágætt að kynna sér þetta vel og skoða vel sýnidæmi hérna í varðandi einfasamótorinn. En þannig að þessi rofi hérna, hann ætti í rauninni að vera sýndur sem normally closed rofi og græjan hérna sem er við þetta er miðflótta aflsrofi. Þannig að þegar mótor fer af stað, þá verða svona klossar, þeir hérna fara út og virka á móti gormkrafti og þá rofnar straumurinn að hjálpavafinu og þéttinum. Þannig að í fyrstu þá er hjálpavafið tengt á meðan mótorinn er ekki komin í gang. En svo rofnar þetta þegar að mótorinn hefur komist af stað og hann gengur bara á aðalvafinu, eða þessi tegund sem við erum að fjalla hérna. Þá þegar hann er í gangi, þá er bara aðalvafið í sambandi við spennugjafan. Og sem sagt að þegar að við gerum þessa mælingu í pakka 3 æfingunum, að þá erum við að sjá að það er mjög lítill munur á vöfunum ef við erum ekki með þéttin í sambandi, þá er svona það bil 5 til 25 gráðu fasa munur á straumnum gegnum aðalvafið og hjálpavafið. Og það er voðalega lélegt til þess að gefa honum gott ræsivægi þurfum við eiginlega það bil 90 til 100 gráðu fasvik milli straumsins í aðalvafi og straumsins í hjálpavafi. Þá rýkur hann í gang. Það hefur verið að skoða núna bara í síðustu viku. En sem sagt eins og stendur hér að hlutverk þéttisins er að flýta straumnum í hjálpavafinu þannig að hann verði það bil 90 gráðu á undan straumnum í aðalvafinu. Og þetta horn gefur þá besta ræsivægið. Þá skulum við skoða hvernig að þetta gerist. Þá kemur hérna sýnidæmi 13. Og þá höfum við dæmi hérna einfasamótor sem að við getum skoðað. Það er mismunandi viðnám í hjálpavafi og aðalvafi. Aðalvafi með 13 ohm. Raunviðnám í hjálpavafinu er yfirleitt stærra í þessum mótorum, 27 ohm í þessum tilfelli hérna í sýnidæminu. Og við mælum líka talsverðan mun í mótholtum sem við eigum í stofu 106. Og við getum fundið með því að setja spennu á vöfinn, þá getum við mælt spennu og straum og með því þá höfum við bara formúlu, bara ohmslögmálið til þess að reikna út setuna. En gætum